Samfærandi sigur hérna í kórnum enn og aftur. Hver er svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Já, bara mjög gott. Já, bara virkilega gaman að sjá HK í dag hérna. Bara frábærir hérna fyrstu svona 60 mínútur fannst mér. Fyrir ykkur bara getur orðið betur þannig séð. Við fengum hérna góð færi, við skorum ólík mörk, við erum að gera nákvæmlega það sem við erum búin að vera að gera núna í síðustu vikum í svona, hvað maður segir, svona progression á leikstílnum okkar og fleira og mér finnst það að skila sér vel inn á völlin líka núna. Auðvitað, náttúrulega, þegar þú ert að vinna leiki þá náttúrulega færðu meiri sjálfstraust og hefur meiri þá trúa kannski á því sem við erum að gera og mér finnst einhvern veginn bara allir í liðinu vera komnir þangað að þeir skilja svona hvað við viljum gera, hvernig við viljum gera þetta og við sjáum það, þetta er að virka. Vestarliðið búið að vera í þéttu prógrami, leikplanið væntanlega að svona keyra yfir þá í fyrri hálfleik. Já, þú veist, við vitum þeir eru mjög skeinuhættir, með frábæra leikmenn, með gott lið, vel drillað lið, en jú, við vissum það að þeir væru örugglega smá þreyttir, en við fórum ekki að hápressa það neitt, við vorum frekar bara að nýta okkur þær stöðu þegar við unnum boltann að keyra hratt á þá og mér fannst það ganga vel upp í dag. Já, þetta er annar leikur röð að þið fáið bara blóð og tennunar eftir að þið skorið fyrsta markið, hlutur að ánægja með þessa grimmd í liðinu. Já, og það er bara þannig, við viljum spila svona, þetta er leikstíllinn okkar, við viljum þurfum ekkert að fara eitthvað niður á afturfæturnar eða neitt svoleiðis sem búin að skora mörk, við viljum bara meira og það er það sem við erum búin að sýna nú í síðustu vikum og viljum bara halda því áfram. Hvernig metur hann að síðar hálfleik? Kaflaskiptur, mér fannst þetta aðeins svona niður eftir kortið 20 mínútur seinni hálfleik fannst mér svona óþarfi að fara inn á eitthvað svona einn gír niður tempo hjá okkur sem við eigum ekki að standa fyrir en auðvitað við erum að gera margt nýtt og svoleiðis þannig að þetta tekur þetta smá tíma en svona leiðilegt að sjá að við förum svona dettum svona niður á þessu tímabili. Nokkur orðið með þessa sóknarlínu þína? Já, bara mjög góð. HK-lið er mjög gott sóknarlið, það er bara þannig og við erum að slípa þetta tilbaka líka og við erum að gera það líka núna vel finnst mér þannig að ef þú ert gott sóknarlið og skorar fullt af mörkum og ert góður tilbaka þá ert heldur gott lið. Sigurður Gunnar afturkallaður á láni, hvernig kom það til? Já, bara Stjarnan hann er í eigu Stjörnunnar og þeir kölluðu hann bara tilbaka í glugganum þannig að það er ekkert svo sem við gátum gert. Ætlið að styrkja ykkur eitthvað í glugganum? Núna þeir eru bara í toppbaráttu. Ætlið að bæta eitthvað við í liði? Þá bara það komið ljós. Glugginn er opinn og auðvitað náttúrulega missum við hana Hafsend sem er búin að vera bara í fínu hlutverki hjá okkur og þannig að við bara þurfum að skoða bara hvernig við ætlum að gera í þessum glugga og fyrir framhaldið út af því að við sjáum það að það er góður hlutur að gera sér ákvæm núna. Já, markmiðið náttúrulega bara að vinna næsta leik og taka einn leik í einu og allt það, en eru það að horfa upp til afturheldingar? Ég er ekkert að horfa á afturheldingar neitt bara ekki neitt Ég er bara að hugsa okkur og það sem við erum að gera og það sem við viljum gera og við erum að gera það inn á vellinum og æfingunum og við sjáum það er að virka og þá er það að skila okkur þremur stigum og það er bara akkurat það sem við viljum, þá þrjú stig í hvernig leik. Takk fyrir Gunnar og gangi ykkur vel. Takk fyrir.